Lárus Jónsson, þjálfari Þórs. Lalli, það er svo langt sen að síðast í körfuboltaleikur var að maður var ryðgaður. Bikarmeistarar Stjörnunnar, næsta verkefni okkar. Hvernig leggst það verkefni í þig og hópinn? Ágætlega bara. Þetta verður verðugt verkefni. Við spiluðum hörkuleik við á hérna heima síðast, þar sem að þeir unnu á Fljótukóru og liðin eru kannski bara svona svipuð nema þeir eru búin að bæta við sig hérna King og við erum búin að bæta við okkur Mótli og svo Gunni Óla komið til þeirra líka. Þannig að ég bara vona hörkuleik. Það er náttúrulega ég ætlaði ekki að minnast á þessa fjárans flautukörfu sem við settum í andlit hjá okkur hérna og rændu sér þetta var vel gert hjá þeim en fór illa með okkur. Þetta var svona svipað hérna í síðasta leik á móti Njarðvík, við svona mistum þetta svona út úr höndunum á lokasprettinum. Já, þetta er stundum þannig, stundum vinnur í lokinu og stundum tapar. Þú veist, þetta auðvitað hefum við viljað klára Njarðvíkurleikinn aðeins betur, en bara við lítum bara á þetta þannig, við erum búin að spila við 2 mjög góð lið hérna heima og áttum bara góðan möguleika að vinna þau bæði, þannig að við nýtum það bara til þess að vera betri, við getum svekkja okkur mikið á þessu. Allir menn voru að tala um að Þórsliðið hafi verið mjög lengi í gang í haust, svona högt svolítið mikið, einhver svona styrleik í gangverkinu. Svo lagaðist þetta og svo byrjum við að högta þarna í þessum síðasta leik. Ertu búin að fínstilla vélina núna? Nei, í rauninni, ég má alveg segja að við fórum hægt af stað, en voru samt svona kannski aðeins betri heldur en menn héldu og svona áður við svona ágætis flugi og áttu það kannski svona auðveldara prógram. Svo bara áttu við 3 erfiða leiki núna síðustu, bara móti Tindastól, Keflavík og svo Njarðvík. En ég held samt að einn af okkur betri leikjum í vetur hafi verið á móti Njarðvík, fannst mér allavega, og við ætlum bara að byggja á því. Þráttur að úrslitin hafi ekki verið eins og við vildum hafa það. Við getum, það er ekki heldur sanngjarnt að segja að við höfum verið að vinna bara það sem að einhver myndi setja hérna gæðsala og segja auðveldar ekki. Tökum 6-aldar Íslandsmeistar hérna og það þarf nú eitthvað til þess að skella þeim. Já, það er bara engin auðveldur leikur í þessari deild. Deildin er rosalega jöfn og það sáttum bara í síðustu umferð að Valur tók Stjörnuna og pakkaði þeim saman og það geta allir unnið alla. Það er bara góð lið í þessu deild. Fjölnir gæti verið með miklu fleiri sigra, það gæti verið með 3-4 sigra. Það hefur bara verið heppni verið með þeim. Þannig að allir sigrar í þessari deild eru bara dýrmætir og að vinna í þessari deild er mjög erfitt og þegar við náum því þá höfum við bara verið ánægðir með það. Þannig við erum ekkert að velta okkur upp úr ef og hefði og allt það. Þetta snýst bara það að fyrir okkur að vera núna bara rétt gíraður og hafa trú á sjálfum sér og mæta bara í verkefni eins vel og vel stendur eins og hægt er. Já, þetta er bara þannig og svo er alltaf eitthvað þessi 5% heppni, alveg einhver dettur með þér eða móti þér en ég vildi jafnast þetta út yfir tímabilið. Þá tekur þú 10% heppni við núna bara í útileiki. Já, við eigum með henni. Og gekk vel. Takk hérlega.